Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál föstudaginn 27. júní. Við heilsum ykkur á hásumri og pólitíkin enn í fullum gangi þegar hún ætti alla jafna að vera komin í sumarfrí. Það háspenna lífshætta við Austurvöll þessa dagana. Við reynt að semja þinglok, stjórnarandstaðan og stjórnarmeirihlutin mætast sem aldrei fyrir að fullri hörku. Ég ætla að fá hingað 3 úr minnihlutanum gesti, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins, Ingibjörgu Isaksen sem formaður þingflokks Framsóknarflokksins og Bergþór Ólason sem formaður þingflokks Miðflokksins. Ég ætla að reyna að pumpa þau aðeins það hvernig kaupin gerast á eyrinni þessa dagana í þinginu. Og það hefur auðvitað ekki verið tíðindalítið úr pólitíkinni, fylgst með hverri bombertuna á fætur annarri, magnað viðtal sem að Kristrún Frostadóttir mætti í Kastljósi fyrir vikunni. Þar var silki á hönskonum beitt en samt tókst henni að reyta stjórnaraðstöðuna vel til reiði. Inga Sæland, hún öflug á lyklaborðinu á síðkvöldum og leiðir eftir þar pistla sína æ ofan í æ, sennilega eftir leiðbeiningum frá Heimum á Pétursinni sem að miklu ræður í þeim ágæta flokki. En það af ýmsum öðrum vettvangi sem að við auðvitað að skoða hlutina. NATO hélt stóran fund í Haag í vikunni og þaðan bárust góð tíðindi. Það virðist meiri samstaða meðal stóru ríkjana sem að öllu ráða þar, ekki síst af hálfu Bandaríkjana. Bandaríkin munu koma til varnar Evrópu þá þegar það gerist að Rússar eða aðrir koma hér með vopnum gegn okkur. Það þarf að styrkja varnirnar, það þekkjum við vel. Ísland eftirbáti annarra þjóða hvað þetta varðar og núverandi ríkisstjórn ætlar ekki að koma framlagi til varnarmála upp í 1,5% af landsframleiðslu fyrir árið 2035. Á sama tíma eru aðrar þjóðir að keppast við að koma því hlutfall upp í 5%. Og þetta eiginlega til skammar. Við ættum auðvitað að taka miklu virkari þátt í okkar eigin vörnum og annarra í álfunni heldur en við gerum. Það var alltaf skondið sanna sagna þegar Kristrún Frostadóttir lýsti því yfir að á þessu fundi hefðu aðrir þjóðarleiðtogar lýst þakklæti fyrir framlag Íslands til varnarmála. Það algjörlega útilokað að menn hafi haldið slíku fram. Þeir hefðu frekar átt að segja takk fyrir ekkert því að við leggjum svo lítið af mörkum. Úr þessu þarf að bæta. Við erum þjóð með að þjóða þótt smá síum og þó við séum ekki með okkar eigin her, þá getum við lagt mikið af mörkum, hvort sem það í beinum fjárframlögum eða annars konar þjónustu við stríðandi hópa. Meðal annars úkraínska herinn sem á, eins og við þekkjum, sárt að binda í alvarlegum og ógeðfelldum átökum við Rússa. Af innlendum vettvangi kannski það helsta að frétta fyrir utan pólitíkina að verðbólgan komin aftur á skrið. Við fengum mælingu í morgun sem lítur illa út. Við sjáum að matur og drykkur hefur hækkað 6% síðasta árið. Þetta eru vontíðindi fyrir þjóðarbúið auðvitað í heild en ekki síst þá sem eru með verðtryggð lán á húsunum sínum. Og það vonandi að nú verði gripið til aðgerða til að stemma stigu við þessu. Það þarf vinnumarkaðurinn að gera, en það þurfa stjórnvöld auðvitað líka að gera með því að reyna að draga úr ríkisútgjöldum. Það gera menn ekki með því að semja ekki við vararíkissaksóknara og senda hann heim næstu 9 árin fyrir 300 milljónir króna. Menn þurfa að fara vel með hverja einustu krónu sem að kemur í ríkiskassan. Þetta eru peningar sem að koma úr vösum almennings og fyrirtækja í landinu. Og svo af vettvangi spursmála, við höldum áfram með okkar góða bókaklúbb. Það hefur verið mikil og góð umræði kringum 1984 eftir George Orwell sem við höfum verið að lesa núna í júnímánuði og ég tilkynna það hér með að þann 9. júlí næstkomandi sem miðvikudagskvöld þá ætla ég að setjast niður á vinnustofu Kjarval ásamt Kára Stefánsinni, fremsta og merkasta erfðafræði rannsóknarmanni okkar Íslendinga fyrr og síðar. Hann hefur ekki lesið þessa bók í 50 ár en dustaði rykið af henni fyrir mín orð núna fyrir í mánuðinum. Og við ætlum að eiga hispurslaust, hressilegt og umfram allt mjög skemmtilegt samtal þarna á Kjarval í þar næstu viku. Og ég hvet ykkur til að mæta þangað vettvang, allir klúbbmeðlimir, þið getið skráð ykkur í klúbbinn, ykkur á kostnaðarlausu og þá getið þið mætt þarna á góða kvöldstund með okkur, kannski yfir ölkollu eða 2. En svo það bók júlímánaðar. Það engin önnur en bókin Afnám haftana, samningar aldarinnar eftir Sigurð Má Jónsson, vin minn og kollega blaðamann. Hann fjallar þar afnám haftana þegar við náðum samningu við kröfuhafana árið 2015. Þetta málið sem ég ræddi við Sigmund Davíð í mjög áhugaverðu viðtali hér fyrir nokkru síðan.
Og Sigurður tók þetta saman í mjög áhugaverðri bók sem að ég hvet ykkur til þess að verða ykkur út og lesa því að þetta segir okkur samtímasögu af stórum og miklum atburðum sem að hafa haft mikil áhrif á það hvernig Íslands samfélag hefur þróast allar götur síðan. Þessi bók fáanleg í verslunum Pennans, hvet ykkur til þess að fara út ykkur eintak þar. Klúburinn góði auðvitað í samstarfi við Pennan, Brim, Samsung og Keresis. Það eru fyrirtæki sem að gera okkur kleift að halda úti þessu góða starfi. Hvet ykkur til þess að taka þátt í því. En hér eftir örskamma stund þá verður hér Ingibjörg Ísaksen, Guðrún Hafsteinsdóttir og Bergþór Ólason. En áður en að því kemur þá ætlum við að fara aðeins yfir samfélagsmiðlana og pólitíkina í landinu. Í vikunni var allt á söðu punkti á Alþingi og lá samfélagið gjörsamlega á hliðinni samhliða því. Eða kannski bara ekki, því að stórum hluta þjóðarinnar bara alveg slétt sama það sem að gerast í leikskólanum við Austurvöll. Það sem hægt að jagast, kýta og karpa ekki raskat í bala á kostnað almennings. Jesús Kristur á himni, sko. Eða, ég meina, þetta allavega upplifun meirihlutans að tvöföldun veiðigjalda sé ekkert til að tala og að minnihlutinn hafi bara engan áhuga á því að komast í sumarfrí. Sé bara eitthvað of upptekinn við að skila vídeóspólu og babla eitthvað út í tómu eitthvað sem engu máli skiptir. Vitið það, ég veit ekki hvor fylkingin að kveina meira þessa dagana, meiri eða minnihlutinn. Þetta virðist bara vera orðin einn stór spangólandi vælukór. Eða hvað, þú veist, dæmi hver fyrir sig. Hvar Birgir Ármannsson þegar maður þarf á honum að halda? Hann væri löngu búinn að siga stóðin í sumarfrí. Ég held að hann þurfi nú eitthvað að fara að kenna Þórunni Sveinbjarnardóttur að klæða sig í pung. Okkar ástkæra Inga amma fór mikinn á samfélagsmiðlunum í vikunni, enda var hún starfandi forsætisráðherra á meðan að Kay Frost fór utan að hitta nýja besta vin sinn Donald Trump. Og að sjálfsögðu þurfti Inga að nýta sér gluggann og láta gamminn geisa sem aldrei fyrr og þá nú mikið sagt. Sumir vilja nú eitthvað meina að hún hafi verið búin að væta vel á sér kverkarnar áður en hún skrifaði þessar 36 Facebook-fæslur ræður stjórnarandstöðunar. Það einhver sumarfrísfílingur komin í okkar konu. Hún var þarna örugglega með snjallsímann í lóanum og sjampó og sangri á kantinum. En ég veit ekki alveg hvort það var það eða móðan á brillunum sem olli því að Edita þurfti sumarfæslurnar 4 sinnum eða oftar. Ég meina, má maður aðeins eða? Simmi Gummi var líka léttur að vanda og í sama stöðu og Inga. Ég held samt að hann hafi látið sjampóið og sangríuna vera. Guði sé lof, því að annað væri náttúrulega bara harmleikur. En hann hafði sérstaklega gaman að því að hlusta á tilþrif vina sinna, Þórarins Inga, sem flestir þekkja sem þinga lífstílsbónda og kynjakvótaprinsins Jens Garðars. Watch and learn sennilega það sem að Simmi að reyna að tileinka sér þessa dagana. The Queen of hækkun veiðigjalda, Hanna Katrín Friðriksson herself, var ekkert eðlilega hnittin og fyndin á Facebooku dögunum þegar hún postaði færslu hina raunverulegu merkingu á hugtakinu málþóf. Þetta var bara svona færsla sem átti heima hjá fyndnafólkinu á Twitter árið 2018. Hún ekkert eðlilega sniðug og skemmtileg hún Hanna Kata. Jó, hvað haldið þið? Þýska stálið, Þórður Snær, hann fann sig líka knúinn til að vola og kveina þessum veiðigjaldafrumvarpið, en hann náttúrulega svo geggja næsgaur að hann hampaði að sjálfsögðu meirihluta atvinnuveganefndar fyrir vel unnin störf. Svona á náttúrulega bara að gera þetta. Heiðvirtasti borgari landsins, Heiða Björg borgarstjóri, skellti sér í laxveiðu utan borgarmarkana og raðaði inn einhverjum geggja gúrme norskum eldislöxum. Þeir fiska svo sannarlega sem róa. Eða hvað, þetta lax eða? Nei, það getur ekki verið. Þetta síld? Nei, síli. Nei, silungur. Þetta silungur? Æ, gleymum þessu. En mér finnst samt eiginlega að það ætti líka að fara að rukka meira fyrir stangveiði. Það ekki? Jú, mér finnst það. Bryndísi Haraldsins ekkert á grínistana í stjórnarmeirihlutanum. Það bara hún sem má vera með grín og glens, ekki aðrir. Við skulum hafa það á hreinu. Hún með einkarétt á gamanseminni, svo vinsamlegast hætti að stíga hennar tæpa. Logi Einarsson nennir ekki að hlusta á þetta endurtekna raus í Bryndísi eða öðrum vælukjóðum í minnihlutanum og svarar volinu svona. Nani, nani, bú, bú, Kay frá stjórnan hefur mikið verið að chilla með eldri borgurum síðustu daga og temja sér siði þeirra sem eldri og reynslu meiri eru. Enda eru lítil börn þannig, þau eru eins og leiri í höndum þeirra sem eru eldri. Við höfum farið yfir þetta áður. Á kvenréttindadaginn fagnaði hún 110 ára kosningaréttarafmæli kvenna með sjálfri Jóhönnu Sigurðardóttur sem þó ekki alveg orðin 110 ára þó að einhverjir hafi haldið það. En svo fór Kay Frost á vinafund með uppáhalds heldri borgara heimsbyggðarinnar, hinum eina sanna Donna Trump. Tokka Gunn, utanríkisráðherra, fékk að fara með Kay Frost í ferðina og sagðist í kvöldfréttum á dögunum hafa legið alveg kylliflöt yfir sjarmatröllinu Trump. Og nú eru þau öll þrjú alveg geggja góði vinir.
nýjasta stjörnuþríhyggja heimsins. Appelsínugult eðlufólk er nefnilega líka fólk sko og það vita Togga og Kay algjörlega upp á hár. Þegar Snúlli okkar allra besti máson ekki að fara með gamanmál í ræðustól Alþingis, þá hann að skrolla TikTok eins og fólk á hans aldri á að vera að gera. Og þar hann að finna alls konar TikTokara sem ekki sammála hans hugsjónum og bara kistuleggja það í beinni. Æ, hann samt alltaf mest í Snúllin, það vitum við. Jens Garðar Helgason sem nú kallaður Jose Carlos Fabrizio drengur góður og kann að biðjast fyrirgefninga þegar hann hleypur á sig. Það gerði hann á dögunum þegar hann hafði farið með fleipur skattamál Venezuela-búa og ég vissi bara ekki að gæinn væri fluent í spænsku. Ég hélt hann kynni mestalagi að segja uno grande cerveza por favor. Goss, spænski fólinn, djöð var ég til að fara með honum til Spánar og kannski gervigreindinni líka. Í vikunni lagði nýliðin Ása Berglind öllum villidýrunum á Alþingi línurnar þingsköp og sagðist hún aldrei hafa orðið vitni af öðrum eins dýragarði og nú. And that brand new bombshell in the villa. Vonandi heldur hún ekki að þetta bestni eitthvað, þetta verður ekki betra sko. Dýringurinn Jón Gnarr hann óþreyjufullur og þarf að fara að komast í sumarfrí. Hann hann hundleiður á því að klæðast jökkum því það gerir hann aldrei eftir sumardaginn 1. apríl. Hversu lengi á hann að bíða eftir því að geta klætt sig úr þessum helvítis jakka? Come on krakkar, það löngu komið sumar. Og ég meina hann ekkert að vera í ykkur sumarvinnu sko, nei hann vill vera í sumarfríi. Ísdrottningin heldur áfram með tiltektina í Valhöll og ákvað að rífa í burtu gamalgrónar og rotnar rætur í Valhöll. En hún ekki kölluð Ísdrottningin fyrir ekki neitt, hún veit hvernig á að vinna fólk til sín og á sitt band, létta andan og kæla fólk niður. Ice Guys Ís á línuna og allir sáttir, sjáu þessi krútt. Elskulega Hildur Sverrir skellti sig til Rómar á dögunum til að hitta fyrran Leo Páa og biðja hann að blessa Alþingi Íslendinga. Hann ekkert eðlilega mikið krútt. Ég ætla sko að skýra barnið mitt í höfuðið á honum, hann svo sætur. En Pope Leo, hann varð við bón Hildar og nú verður allt betra. Ég get lofað ykkur því. Þinglok í nánd og sumarið í þann mynd að fara umvefi okkur með hlýju og birtu og ill. Og nú hoppum við bara hýr og brá út í bliðina og njótum þess að vera til. Þangað til næst! Alrafmagnaður Kia EV3 Bíll ársins 2025 Komdu og reynsluaktu Askja Nú fylgir veglegur kauphauki með öllum símum í Galaxy S25 línunni frá Samsung. Galaxy Buds 3 Pro heyrnartól. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Og það eitt sem dálítið skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun, en svo líka eitthvað sem kallast barbecue og það eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, þar sem maður ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi að það líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það bara kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í það sem kallast smoker. Og það alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. The Big Green Egg fæst í kassa í Skeifunni. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið þið sæla nýju. Eins og ég nefndi, það rafmagnað andrúmsloft og raunar allt í hers höndum niðri við Austurvöll. Það verið að reyna að ljúka þinginu en það hver höndun upp á móti annarri. Ég fengið hingað 3 góða gesti, alla úr stjórnarandstöðunni, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Bergur Ólafsson og Ingibjörgu Ísaksen. Ég að vanda bauð ýmsum úr stjórnarmeirihlutanum en þau eru vant við látin. Sérstaklega Guðmundur Ari Sigurjónsson sem kann ekki að svara tölvupóstunum frá mér. Ég veit ekki hvort hann sé nægilega vel upp alinn, það kannski að ræða það við foreldra hans. En hvað kemur út úr því veit ég ekki. Hann kemur kannski hingað í þáttinn til mín í haust þegar við hefjum leika nýju. En áður en við sendum spursmál í sumarfrí þá ætlum við að taka stöðuna á stöðunni í þinginu og þau eru hér komin til þessi góðu gestir. Velkomin. Takk fyrir. Takk. Takk ykkur kærlega fyrir að koma. Ég veit að þið eru bæði orðin framlág af löngum fundasettum en svo eru menn að skjótast á milli herbergjanir í þinghúsi að reyna að finna einhvern flöt á þessu. Hvernig virkar þetta? Þetta nú svona kannski að einhverju marki ferli sem svipað
svona ár eftir ár. Þetta endar alltaf með samkomulagi stjórnar og stjórnarandstöðu sem að leiðir út þessa þinglokasamninga sem að ljúka þessu. Það er mismunandi eftir þingum og efnisatriðum, fjölda mála og flækjustíð og þess aftar og þetta stöðunni á stjórnarnas vegar og stjórnarandstöðu hins vegar sem að svona kannski leiðir út hvað er raunhæft í þessum efnum. En kannski það sem er óvanlegt núna er að þetta fór miklu seinna af stað. Ef þau fóru seinna af stað þessi samtöl heldur en alla jafna gerist og það kannski að hluta til setur okkur í þá stöðu að skaflinn er dálítið stór núna á lokametrónum og þetta leið það að þingi byrjar í febrúar en ekki september eins og vanalega en metnaður ráðherranna var mikill. Virkar þetta þá þannig að það er bara hlaðborð af málum sem að stjórnin vill koma í gegn og þetta snýst að finna samkomulag um það hverju verður hleypt í gegn og hverju ekki? Já og hverju er raunhæft að hleypa í gegn líka. Auðvitað er þannig að þegar ný stjórn tekur við að þá eru sem er mál frá fyrir ríkisstjórn sem eru bara tilbúin og það er leiðandi geta þau komist til að hratt inn í þingið og svo eru þau líka að stimpla sína pólitík með ný mál. Það sem er einkennilegt við stöðuna í dag er einmitt það að starfsáætlun, hún átti að í rauninni, við áttum að ljúka þinginu 13. júní. Í dag er hvað, 2005? 7. Látum við þekka það, við ætlum að vera með síðasta þáttin 13. Hann er haldið hér á störum allt sumarið. Ég ætla að vera í veður í dag. Já, þú óttir að vera í veður. Allir með alls konar plön, en þú veist þannig að þetta við erum óvinnu seint á ferðinni og það sem er líka óvinnlegt við þessu stöðu er þegar starfsáætlun er tekin úr sambandi, þá er oft bara eftir eitthvað svona smá uppsóp í nefndum. Það er verið að klára öll mál. En undanfarna dag og vikur þá höfum við verið bara í nefndum að taka múti gestum og það er enn verið svona að vinna mál svona fram á, meira segja bara enn í dag held ég. Já, það var bara verið að búa gestakomur í atvinnuveganefnd á mánudaginn í næstu viku. Það er ennþá á fullu. En er þetta, hvað veldur þið að farið seinna á staði þetta? Er það út af einhvers konar átökum í þinginu, er þetta reynsluleysun og er þetta nýtt fólk við stjórnvölinu þetta? Ég myndi segja að það sé bara skortur og skipulagi, fyrst og síðast. Að þau hefja þing seint, eru metnaðarfull, kalla sig verkstjórn, koma með á þingmálaskrá yfir 100 mál, ég held að það hefur verið 114 mál á þingmálaskrá. Þau hafa sendt 95 mál til þingsins og það er búið að afgreiða 31. Þannig að sér hvað stabbin er stór og við vissum í rauninni öll að þetta var algjörlega skotið yfir markið þarna. Mjög þannig þingmálaskrá að það hefur bara verið þannig má segja síðustu 10-15 árin að geta þingsins er ekki nema í kringum 100 mál rúmlega á bæði haust og vorþingi. Þannig að hefja þingi í febrúar og ætla að fara með 114 mál í gegnum þingið, það vissu það allir að það væri vonlaust verk. Vera síðan með stór mál og svo tel ég líka að þetta hafi verið skortur og skipulagi þar sem að það hefur verið að setja stór mál að dagskrá mjög seint. Mál sem voru kannski komin út nefndum fyrir 2 mánuðum eins og bóku 35, hún fyrir mjög seint á dagskrá þingsins, þannig að það hefur líka verið skortur á skipulagi, en það hefur ekkert skort á samtal frá okkur. Nei, þetta er svona kannski, skortur á skipulagi, get alveg ekki undir það og líka skortur á forgangsröðun, bara hvaða mál þau raunverulega vilja klára og hvernig þau ætla að gera það, því að hvert og eitt mál tekur alveg tíma í þinglegri meðferð ef að það á að vanda við lagasetninguna og við viljum auðvitað hafa viss gæði í lagasetningunni og við þurfum að senda mál inn til út til umsagna, kalla fyrir aðila, fyrir nefndir og svoleiðis. Þannig að þetta tekur allt sinn tíma og við þurfum líka svona að horfa svolítið raunsætt á hvað er raunverulega hægt að klára og hvaða mál er þá hægt líka að bara flytja þá aftur í haust. En svo eru viss mál líka, því þú spurðir einmitt hvort það væri bara eitthvað stapamálum. Það eru líka viss mál sem eru svokölluð dagsetningamál sem þarf að klára vegna dagsetninga. Sem eru þá einhvers konar afgreiðslumál. Fjármálaáætlun, fjármálastefna, fjárauki og svona sem við vitum alveg að þarf að fara í gegn. Og þar sinn tíma, til þess að við getum meðal annars lagt fram fjárlög í haust. En þetta eins og við horfum á fjármálaáætlunina núna sem að býður annar umræðu, hún mun þurfa svolítið tíma, hún tekur oft 1,5-2 daga í umræðu. Þannig að þetta er ekki bara einhvern veginn að gera ykkur samninga og málin klárast 1-3, þetta tekur tíma í þinginu og líka á milli funda því að handavinnan í kringum þessu mál líka tekur tíma á nefndasviði. Mér langar líka að fá skjóta inn að því þú spyr hvernig þessir vinna á sér stað og auðvitað þingflokksformi núna halda á þessum þinglokasamningum
og þetta ekki bara spurningum samtal hverju á að hleypa í gegn og hverju ekki, heldur líka gríðarleg vinna hjá þessu góða fólki að reyna að gera góðar breytingar að við teljum inn í mörgum málum. Þannig að þetta opnast, þegar þú opnast eitt mál þá getur það opnast í mörgu liðum og ýmislega handavinna sem liggur þar að baki. Samningarnir ganga líka að hnika til einhverjum ákvæðum sem að menn hafa ekki alveg sáttu við. Já. En nú tek ég mér stöðu stjórnarmeirihlutann sem ekki hér við borðið örugglega. Þetta ekki þessar tafir og þetta rugl ykkur að kenna? Þetta hefur, ég segi ekki lykt að málþóf, en þegar við að halda langar og miklar ræður, efnismiklar, sérstaklega þetta veiðigjöldin. Hefði ekki verið þetta að vinna þetta hraðar og faglegar með ykkar aðstoð? Það má nú eiginlega segja að þegar mál koma í fyrsta lagi svona illa reifið og vanbúin inn í þingið, þá lengir það umfjöllunartíman. Og þegar þau eru síðan eins og veiðigjöldin tekin út úr nefnd án þess að til að mynda því nú vita allir orðið að því vandamáli sem að hreinlega var búið til af svona með því hvernig málið var unnið í nefndinni, hleypa til að mynda skattinum ekki að fyrir eftir hálfan mánuð til að útskýra hvernig í veröldinni þessar tölur voru leittar út sem að ekki nokkra hönd á festi fyrir skatturinn mætti á fund nefndarinnar. Þannig að þegar mál eru slík atriði sem taka kannski klukkutíminn í nefnd, ekki kláruð það, þá taka þau margfaldan þann tíma inn í sal. Þannig að það alls konar þessáttar atriði sem eru líka að valda vandræðum í frágangi en síðan búið að vera líka mjög ójafnt svona viktað á milli nefnda. Atvinnuveganefndin til dæmis búin að vera mjög yfirhlaðin þennan þingveturinn, mörg stór og flókin mál. Þannig að það hlutur sem að stjórnarliðar eflaust reyna að skipuleggja betur hér eftir heldur en í vetur. Í hvaða nefndum hefur þið þægilegast að sitja þennan veturinn? Framtíðanefnd. Ég held að utanríkismálanefndin hafi nú verið svona dálítið fundaföll þar en svona ég held að atvinnuveganefndin hafi verið svona mest yfirkeyrð og síðan það búið að vera töluvert í velferðarnefndinni það ekki. Mjög mikið þar og allsherjar- og menntamála líka. Akkurat allsherjar- og menntamála. Mér langar að taka undir þetta sem Bergþór segir og eins og ég nefndi áðan að þegar lagt af stað með svona háleitt markmið og með svona þomda þingmálaskrá að þá liggur það í hlutari seðli að það verður mikið álag í nefndum. Og við erum líka með mikið af nýju fólki sem að stýra nefndum í fyrsta sinn og svo framvegis. Þannig að, og ég held að valkjörurnar hafi líka svolítið gefið skýr fyrirmæli að hlutirnir yrðu að ganga hratt svo að það væri hægt að afgreiða og klára. Og þegar eru unni með svona gassagangi í nefndum og það ekki loftað málin og þau eru ekki rædd til hlítar, þá óhjákvæmilega færist svo umræða yfir í þingsal. Og okkur hefur ekki verið gefið annað svigrúm en að taka umræðuna þar. Svo ég grípi líka boltana mitt með þetta því þú spurði sérstaklega veiðigjöldin að þegar ríkisstjórnin leggur þetta mál fram að þá hafi það fengið bara sögulega lítinn tíma í samráðsgátt og rökin fyrir því að rífið út úr samráðsgátt og setja inn í þingið var til þess að þingið fengi nægan tíma til þess að ræða málið. Og við áttum svona kannski að móta það svolítið í meðferð þingsins. Þannig að eðlilega kallar það þá á mikla umræðu í fyrstu umræðu. Svo fer þetta í umsagnarferli og mikið af umsögnum sem berast málið því þetta mjög stórt mál og bara kerfisbreyting á kerfi sem að hefur gagnast okkur vel á undanförnum árum. Þannig þetta mál sérstaklega hefur nú líka bara sýnt sig að eftir því sem við ræðum það meira og eftir því sem að við krifjum það betur og almenningur áttar sig á hvað máli snýst að þá í rauninni eykst líka andstaðan við það. En varðandi líka nefndirnar og vinnunni í nefndunum að þá erum að líka sýna því skilning að það mjög mikið af nýjum þingmönnum. Þetta mikið að setja sig inn í og þetta umhverfi svolítið einkennilegt. En nú getur Bergþór kannski svara betur fyrir það því að hann var í stjórnarandstöðu líka á síðasta kjörtímabili. Maður var kannski erfitt með að í rauninni sjá gallan hjá sjálfum sér. En ég hef ekki upplifað annan eins vetur eins og þessa síðustu mánuði í þinginu. Þessi 4 ár sem ég hef verið í þinginu. Veit ekki hvernig hans upplifun var á síðasta kjörtímabili. En þetta hefur verið sérstök upplifun.
Já, þetta hefur svona verið annar taktur í þessum þingvetri heldur en undanfarnar þingvetur. Í hverju birtist það? Það kannski, bara eins og ég sagði í byrjun, svona hversu hægt menn fara af stað í svona þennan undirbúning að leiða þetta með einum öðrum hætti í jörðu. Svona, það hefur verið gagnrýnt á köflum svona að mínum að með sanngjörnum hætti stjórn tiltekinna nefnda, sem að ég held að sé ekki til gagns núna að hafi verið með þeim hætti sem hún var. Það að lengja í umræðum í þingsal og það er eftir að vísa til ákvarðanum að kalla ekki til gesti og þess aftar sko bara að því nefndi aftur skattinn sko sem svo ótrúlega ákvörðuna og hefur valdið í rauninni svo miklum skaða á umræðunni og lengdana. Það í rauninni þannig að við erum ekki færum til að taka raunverulega efnislega umræðum málið fyrir var ekki fundurinn á þriðjudaginn með minni það, þegar skatturinn loksins fær að koma, þegar búið að óska eftir því daglega í hálfan mánuð. Þannig að það eru svona atriði sem að svona stjórnarflokkarnir hafa verið að gera sér til ógagns og það eru þetta, við mögum nú ekki ráðleggja þeim of mikið, þá getur þau komið betur skipulögð að hausti og náð fleiri vondum málum í gegn. Þannig að en svo eru þetta gæði málana, þau hafa að mínum mati oft verið betri. Ég var auðvitað ósammála mörgum af þeim málum sem að fyrri ríkisstjórn var að leggja fram. En mér svona, ef maður reyndi að setja svona einhverja meðaltalsmæling á þau, þá voru þau betur unnin en það sem að koma frá ríkisstjórninni núna. Ég ætla aðeins að taka veiðigjalda umræðan, það þetta stærsta málið, getur við sagt. Taka það fyrir ég réttu eftir, en mér langar til að spyrja þig, Guðrún, út í tilfinningu sem ég hef haft bara því að maður hefur lengi fylgst með stjórnmálunum og það er allt þetta stjórnarandstaðan hafi mikið óþol gagnvart stjórnar meirihlutanum, það er fólk vill vera í meirihluta. En ég hef ekki skynjað áður eins mikið óþol frá meirihlutanum í garð stjórnarandstöðuna. Það er þið eruð að þvælast fyrir þeim, þið eruð að gera þeim lífið leitt og þeim finnst þið ósanngjarnt. Já, og óbilgjörn. Við höfum einmitt gagnrýnt þetta. Ég held að við öll hér þrjú höfum upplifað svona öðruvísi takt í vinnunni og ég tek undir með Ingibjörgu að við vorum með þetta hluti af stjórnarflokkum að síðasta kjörtímabili og þá lagði maður sig í líma við það að draga stjórnarandstöðuna inn í mál og inn í umræðuna að upplýsa, gefa rými, gefa tíma og annað, reyna að leggja sem mest í jörð þannig að málin svona færu betur í gegnum þingið. Og ég vil líka árétta það þegar að þau tala það að við þvælu svona mikið fyrir að þá er það bara þvæla vegna þess að það er fullt af málin, það er búið að samþykkja 31 mál í gegnum þingið og mál, sérstaklega eins og Ingibjörg sagði, mál sem voru bara tilbúin frá fyrri ríkisstjórn og komu vel unnin inn í þingið að við höfum bara hleypt þeim í gegn. Jafnvel málum sem við höfum verið á rauðu og höfum verið á móti. Við gáfum líka gott veður fyrir þau, þannig að þau getur komið með engu fyrirvara inn með til dæmis ÍL-sjóðinn, með sölun á Íslandsbanka og þannig að við höfum ekkert þvælst svona fyrir eins og þau gefa til kynna, það er bara rugl. En stjórnarandstaðan og okkar í rauninni eina hlutverk, það er að veita ríkjandi valdhöfum og stjórn aðhald og það er það sem við erum að gera. Við erum ekki að gera neitt annað en það að reyna að koma í veg fyrir að núverandi ríkisstjórn kasti sér fram að hengi flugi í mörgum málum. Við erum í rauninni bara að sýna þeim skynsemi, vera skynsemisrödd, benda á hvar þau eru bara gjörsamlega akút í skurð. Það væri auðvitað mjög gott ef þau væru hér sko til þess að svara fyrir þetta því að ég veit að þau eru hjartanlega ósammála ykkur í þessu. Alveg örugglega og alltaf 2 hliðar á öllu og jafnvel fleiri sko, jafnvel 3. hliðan líka sko. En það verður samt að hafa það í huga og ég veit ekki hvort að almenningur sé upplýstur það. En dagskrárvaldið er í höndum meirihlutans og er í höndum forseta þingsins. Hún ákveður það hvernig dagskrá þingsins er, þingfundar hverju sinni, þannig að þeim í lófa lagið að setja sín áherslumál á dagskrá hverju sinni. Þau hafa alveg leitast við okkur þingflokksformenn ef á að breytingur í dagskrá, en þau vissu það til dæmis að bókun 35, það yrði mikil umræða í því. Þau vissu það að í veiðigjöldunum yrði mikil umræða, en það er þeirra ákvörðun að setja það á dagskrá og undan öðrum málum. Þannig að það er kannski ekki hægt að segja það að við séum að standa í vegi fyrir einhverju lýðræðislegri umræðu í öðrum málum þegar þau setja það ekki að dagskrá.
Og það nú kannski eins og varðandi bókun 35, þá nú mjög stór hluti umræðuna sem á sér stað utan skipulags þingfundatíma. Þannig að slíku umræða ekki að taka tíma frá neinum öðrum mikilvægum málum, það bara dellu umræða. En það sem hefur líka kannski verið óvanlegt á þessu þingi að það kemur af og til fram mjög hörð gagnrýni ráðherra á mál samráðherra sinna. Ég man til dæmis eftir gagnrýni fjármálaráðherra á mál Ingu Sæland var ekki almannatryggingamál sem var þeirra gerðar að ég ekki viss að margir stjórnarliðar hefðu treystið til að setja jafn harða gagnrýni fram og þetta þetta óvanalegt líka. Það þessar fyrirætlanir að tengja í raun bætur almannatrygginga við launavísitölu. En hefur þetta engin áhrif inn í þinginu þegar þetta gerir? Ég meina fjármálaráðuneytið sló bara mjög alvarlega puttana fjármálaráðuneytið. En forsætisráðherra segir bara við gerum þetta samt. Þetta mjög óvanleg stað og þess vegna nefni ég þetta. Ég man ekki eftir neinu viðlíka undanfarin 2 kjörtímabil þar sem að því að það auðvitað þannig að fjármálaráðuneytið setur ekkert svona laga frá sér nema með vilja og vitund ráðherrans. Ráðuneytið auðvitað bara í einhverju skilningi ekkert annað en skrifstofa ráðherra og gerir ekkert án vitundar og vilja og í hans nafni. Þannig að þarna kemur í þessu tiltekna máli fram gríðarlega hörð og vel rökstudd gagnrýni á mál sem að maður hefði þá haldið að myndi í rauninni falla bara niður og ríkisstjórnin myndi skoða að leggja það fram aftur á hausti, einhvern veginn betur grundað. En svo bara einhvern veginn svona taka menn þennan eigin barning í nokkra daga og segja síðan bara fulla ferð áfram, enga breytingar. Og þetta hlutur sem að ég man ekki eftir að hafa séð undanfarið 2 kjörtímabil. En svo líka eitt dæmi, það varðandi fjármálaáætlun sem á svolítið að skýra stefnu ríkisstjórnarinnar næstu 4-5 árin. Þar hefur hún verið lögð fram með vissum hætti út frá lögum opinber fjármál, þar sem að verið að leggja fram bara áherslur og í rauninni líka bara mælikvarða og markmið með hverju einu, eins og til dæmis hvernig ætlar þú að minnka biðlista eftir hjúkrunarrýmum og svo fer það eftir árunum. Þetta skortir algjörlega í fjármálaáætlun í dag og við bentum á það í þinginu. Nei, þau liggja ekki fyrir. Fjármálaráðherra þegar hann fór og mælti fyrir málinu að þá stóð hann í þeirri trú að þetta væri með nákvæmlega sama hætti og hefði verið gert í fyrra. Örugglega eflaust fengið upplýsingar það. En það hreinlega rangt vegna þess að það skortir bara stóran hluta af gögnunum fyrir okkur einmitt í stjórnaraðstöðunni til þess að reyna að glöggva okkur einhvern veginn á því hverjir áherslunar eru. En þetta það ýmislegt sem að ber þess keim af byrjendabrag, þau þurfa bara að fá reynslu og það mun koma. Það auðvitað sérstakt að upplifun okkar held ég sé svolítið að þingið fyrr. Þingið fyrir framkvæmdarvaldinu. Og það bara alvarlegt þegar að fólk í lýðræðisríki ætlar að umgangast vald sitt með þeim hætti. En hafa þau ekki haft verkfæri til þess, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti þingsins, hún getur stöðvað umræðuna eins og veiðigjöldin ef að henni sýnir svo? Já, það nú svona umræðunum þess að 71. grein nú svona svolítið á miskilningi byggð þykir mér. Ég held að engin stjórnmálamaður með sjálfsvirðingu myndi íhuga það yfir höfuð að beita 71. greininni á skattahækkunarmál sem bara hægt að leggja fram að hausti. Það ekkert hafar í tímalega með þetta mál. Útskýrðu 71. greinin? 71. greinin í rauninni þessi grein sem heimilar forseta að svona stöðva umræðu, segja bara málið fullrætt og gengur til atkvæðagreiðslu. Þetta hefur verið notað tvisvar. Í annars skipti var það þegar stofnfundur NATO var bara beinlínis að byrja og menn sögðu bara, það er búið að ræða þetta og menn ná ekki saman, við klárum þetta. Og óeirðir á Austurvelli? Óeirðir á Austurvelli og þarfum til gott. Hitt skipti var snerið að frágangi fjárlaga sem var komið einhvern öngstræti og var hoggið á þann hnút. Þetta fyrir áratugum síðan? Já, fyrir áratugum síðan. Að leggja það jöfnu við einhvern skattahækkunarmál í dag, ég veit ekki, ég var nú bara hissa á því til dæmis þegar Ólafur Þ. Harðarson einhvern veginn hendi sér út í þetta fenn, væntanlega til stuðningsfélögum sínum í ríkisstjórninni, en þetta það að leggja skattahækkunarmál, sérstaklega skattahækkunarmál þar sem að jafn illa grundað og þetta mál ég held að það detti það engum til hugar í raun. Þetta svona eins konar gjörðingarhnappur forsetans. Kallað oft kjarnorkuákvæði. Já, þetta breytir eðli þingstarfana. Þetta mun breyta þinginu til frambúðar. Þess vegna hefur því bara verið beitt vissasinnum. Þetta er algjör neyðarhnappur. Og það ekkert slíkt mál í meðförum þingsins. Og ekkert slíkt mál á þingmálaskrá fyrir allt kjörtímabilið sem að kallar fram þörf á slíkri mögulegri beitingu. En veiðigjaldafrumvarpið, svo við förum, það auðvitað það sem hefur farið mest fyrir og mest átök orðum.
eru einhverja líkur á því að það fari í gegn fyrir sumar? Ekki óbreytt. Nei. Þetta mál á samt öðrum liggur auðvitað borðinu hjá okkur núna, þingflokksformönnum, í tengslu við þinglokasamninga. Getum ekki farið eitthvað nánar út í það, endilega ekki hér og nú. En þetta er eitt af stóru verkefnunum sem að blasi við okkur. Nú þetta rétt við höfum þetta að segja sko, að þáttur var mannaður þegar við reiknuðum með að vera komin bara í svona frágangs að afloknum þinglokasamningum, þannig að við erum þetta örlítið í Íslandsmeistaramótinu í þagnarbindindi í þættinum allavega við tvö en þá beini ég orðum mínum að Guðrúnu. En nú þetta frumvarp svona vaxið, það eru mikil átök það augljóslega og það búið að ræða þetta fram og aftur. Forsætisráðherrann stígur fram fyrir þessari viku, sakar ykkur falsfréttaflutning eða að villa fyrir þjóðinni í þessu tiltekna máli. Inga Sæland fer síðan inn á Facebook og skrifar þar einhvern ótrúlegasta stjórnmálastatus sem að við höfum augum litið og hún breytir honum reyndar 4 sinnum og þar eru fullyrðingar að þetta frumvarp feli í sér skatttekjur fyrir sveitarfélög og annað sem að allir sjá að stenst ekki skoðun. Þetta mál á mjög vondum stað. Þið segið það fyrir ekki óbreytt í gegn. Hvers konar breytingar þarf að gera á þessu máli til þess að þið segið, við semjum það, að þetta farið í gegn? Sko við höfum þetta lagt það til, fyrst og síðan, líklega þetta hitta stærstu máli ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu og ég skil vel að þær séu mjög áfjáður í það að klára það. En þetta kemur með miklum látum inn í þingið. Þarna á að gjörbreyta kerfi sem að við höfum starfað eftir langa tíma. Nú höfum við ekki bara kjörni fulltrúar aðilar í greininni, heldur þjóðin öll, kallað eftir því að við reynum að ná sátt sjávarútveg á Íslandi. Og það hefur til dæmis formaði Viðreisnar mikið talað um. Ég get ekki séð að með framlagningu þessa frumvarps að það sé mikill sáttatónn í því þegar hoggið svona með þessum hætti að einni af undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar. Þau vísa í vilja almennings, þau vísa í kannanir sem að sýna að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar bara mjög sáttur við það sé meira sótt á þessu fyrirtæki. Já, það eru skoðanakannanir, Stefán. Hvernig spurt? Ef þú myndir spurja í skoðanakönnun finnst þér að þetta lækka laun Stefáns Einars, þá mun öll þjóðin segja já við því. Nei, ég og Stefán segjum nei. En þetta samt líka... Nei, en svo máli lagt fram og það gefni nokkri dagar í samráði, ekki 2 vikur sem hefðin í þinginu og síðan á einhvern veginn að keyra það í gegn, það keyrt á miklum offorsi í gegnum atvinnuveganefnd, ekki tekið tillit til óska minnihluta gest og annað. Það staðreynd að gögnin í upphaflegu frumvarpi voru röng og allar umsagnir, allir sem hafa komið fyrir nefndina, allir útreikningar miðast við þetta frumvarp. Við höfum alla til bent á það, þannig eru röng gögn sem liggja til grundvallar og þá eru við sökuðum það að fara hér með eitthvað falsfréttastíl þegar að segja skatturinn búin að segja það, nei, þetta voru röng gögn. Atvinnuvegaráðherrann hefur fullyrt beinlínis í mín eyru fyrir framan mörg hundruð manns að það séu til ákveðin gögn í málinu sem að síðan hefur verið staðfest að sé ekki til, þannig að þetta allt með miklum ólíkindum. Þess vegna höfum við lagt til að bara draga þetta frumvarp núna tilbaka, að ríkisstjórnin vinni það betur í sumar, fari betur yfir öll þessi tölulegu gögn og leggja það aftur fram í haust. Töldu þau að þau gætu, fyrst þau keira þetta svona miklu ofási gegn, töldu þetta yrði bara, eins og maður segir, þægileg gönguferð í skóginum? Ég held að það hafi nú verið mat þeirra sko með vísan í þessa svona bróguðu könnun sem þau hengja sig mikið á. Það eru fleiri kannanir sem leiða fram sko að manni hafi svona betur unnar og ígrundaðri sem leiða fram svona einhvern veginn miklu balanseraðri afstöðu fólks til þessa málsals og þannig ég held að þau hafi talið að þetta gæti farið svona mjög auðveldlega og hratt í gegn en svo þetta bara kemur í ljós bara hversu mikið vantar upp á að máli sé raunverulega tækt og það þannig að það eru 2 minnihluta álit úr atvinnuveganefndinni. Ég fer fyrir öðru þeirra og bæði leggja þau til að málinu verði vísa frá. Já, og þetta líka, sko, það þetta þekkt leikfræði að búa til einhvern óvinn og í þessu tilfelli það stórútgerðin sem að spjótin beinast að og svo landsbyggðin sem að mun borga 81% af þessu, hún á að fá innviði og vegi í staðinn.
Það er mjög ósmekklegt að gera þetta, segja þetta. Ég meina, jú, við viljum sjá uppbyggingu innviða á landsbyggðinni en það er óþarfi að hún þurfa að borga eitthvað aukalega fyrir það frekar heldur en einhver aðrir. En það er alveg ljóst að það er mikil svona, upplýsingaóreiða í þessu máli og það er eðlilega erfitt, það er erfitt fyrir okkur. Hvað þá almenninga átta sig svona nokkurn veginn á hvar máli stendur og hvað það snýst. Vegna þess að það hefur tekið breytingum. Hins vegar er það þannig að ríkisstjórnin vill keyra þetta í gegn. Við höfum verið með 2 nefndarálit sem við viljum bara vísa þessu tilbaka, vinna þetta betur, til dæmis koma með áhrifagreiningu á sveitarfélög sem að hafa kallað eftir fundi með forsætisráðherra, millilegalausum fundi, bara að fá samtal vegna þess að það liggur ekkert fyrir hvað áhrif þetta hefur sveitarfélög en sveitarfélögin hafa fengið óháðan aðila til þess að reikna út og þar sést bara svart á hvítu að þetta mun hafa veruleg áhrif. Ef ég tek til dæmis bara minn heimabæ Akureyri, þá mun hækkunin vera 100% þar. Þetta eru svo svakalega tölur. Mér sagði að þetta sé 1 milljón á hvern einasta íbúa Grenivíkur. Já, þú veist, einmitt sem dæmi, þetta er mjög mikið, þannig að við vitum það alveg að þegar við erum að ná reyna á einhvers konar samkomulagi þinglok, ekki bara þetta mál heldur fleiri, þá þarf að mætast einhvers staðar. Mér langar að nefna sem dæmi sömuleiðis, bara Vestmannaeyjar, að þetta er hátt í 100% hækkun þar á veiðigjöldin. Þetta er hækkun í Vestmannaeyjum upp á 1,5 milljarða á ári. Á 10 árum eru það 15 milljarðar. Sem að verða sogaðar út í Vestmannaeyjum sem eiga einu sinni í dag örugga samgöngur. Sko, þetta er verulega íþykjandi skattur á landsbyggðina. Þetta mun þýða mikla samþjöppun í greininni. Þetta mun óhjákvæmilega þýða að það verði svona ákveði rof á milli veiða og vinnslu. Þannig að það er hægt á því að vinnslan fari í auknum mæli erlendis. Við eigum einstakan sjávarútveg. Sjávarútvegur á Íslandi, þetta er eina atvinnugreinin okkar sem er að fullu samkeppnishæf við aðra þjóðir. Við eigum eitt besta sjávarútveg í heimi. Akkur í ósköpunum ætlum við að fara einhvern veginn úrvalsdeild í 3. deild og bera okkur síðan saman við önnur lönd. Þetta er óskiljanlegt. Meiri hlutinn þetta ósaman þessu. Mér langar út frá þessu, ef við slítum efnisatriði frumvarpsins aðeins frá umræðu núna. Ef ég les rétt í þetta, þó að þið vilja ekki tala með beinum hætti það, að þá verður ekki saman þinglok nema þetta mál verði, eða því verði slegað frest. Guðrún, ert þú að fara að samþykkja þinglok núna fyrir helgi eða helgina með þetta mál í gegn, jafnvel þó að verði gerðar einhverja breytingar? Sko, það er alveg ljóst að það verður að gera breytingar á þessu frumvarpi ef það ánast einhver samningur þinglok. En þið er ennþá opin fyrir því að fara að krukka í frumvarpinu frekar hættur að þessu verði einfaldlega fresta eins og minnihlutaálitin gerir ráð fyrir? Já, nú er bara samtal í gangi. Við höfum lagt til að þetta mál verður bara hreinlega tekið á dagskrá og lagt fram aftur unnið betur í sumar, þannig að meiri sómi sé að atvinnugreininni sé að minnstakosti sýnd sú virðing og að það verður lagt fram aftur í haust. Nú, ef að það er engi vilji fyrir því, að þá verður þetta mál ekki afgreitt nema þá með einhverjum verulegum breytingum. En hver er tilfinning ykkar þegar þið horfið yfir stöðuna hjá meirihlutanum? Nú eru þingmenn þannig sem að koma djúpt innan úr sveitafélagi geran. Arna Lára Jónsdóttir, finnum bæjarstjóri í Ísafirði, ég nefni hana sem dæmi, Víðir Einarsson sem að sótti mikið fylgi til Vestmannaeyja og annað í Suðurkjördæmi. Er þetta fólk bara að fara að samþykkja þetta? Þau hafa lýst í hátíðlega yfir að þau bakki ríkisstjórnin upp í þessu en það er vantarlega mikill þrýstingur og erfiður úr heimabyggðunum á þetta fólk. Það er alveg örugglega þannig og það verður ekki einföld skrefin heim ábyggilega eftir þinglok ef að gangi málið fram með þeim hætti sem það liggur núna. Og en þingmenn landsbyggðarinnar þykja mér nú hafa verið einhverju marki varfærnir í orðavali svona heilt yfir, þannig að það er nú væntanlega svona eftir að hafa glöggvað sig á áhrifum málsins á sín heimasvæði, þannig að ég gef mér að það verði nú svona þegar á reynir töluverður stuðningur við það að annarkvort ýta málinu yfir á haustið eða gera umtalsverðar breytingar á því innan úr stjórnarliðinu, sérstaklega frá landsbyggðarþingmönnum, því að landsbyggðarþingmennir getu þetta ekkit stungið hausnum í sandinn og vonað að vandinn líði hjá.
Nei, þau eru ekki öfundsverð. Nei, þetta er ekki einföld staða. Langt frá því. En er það ekki of stór biti fyrir Kristrúnu Frostadóttur að kyngja að gefa þetta eftir eða fresta þessu á haustið? Er það ekki bara of stór ósigur í hinni? Forsætisráðherra er í bara góðum færum til að skera þennan bita í smærri sneiðar. Ég held að hún geti sýnt bara skynsemi. Það er skynsemi því að vinna þetta mál betur. Bergþór rækti hér áðan eins og hvernig tímalínan hefur verið að skatturinn hefur ekki fengið að koma fyrir nefndina. Hverslags vinnubröð eru það? Að það sé ekki tekin eðlileg samtöl, umsagnar aðilar eins og sveitafélögin, fyrirtæki, stofnanir og aðrar hafa sent inn umsagnir miðað við upphaflegt frumvarp og tölur og gögn sem lágu fyrir þá sem að núna er búið að segja hafi verið rangar. Já, þetta er engin eðlileg vinnubröð. Og að benda á það er ekki falsfréttastíll. Ég vil bara fá að ítreka það og ég vil sömuleiðis fá að ítreka það. Af hverju er ég til dæmis að standa í því að verja það að svona óhóflega skattahækkanir eigi sér stað í íslensku atvinnulífi? Ég get bara sagt þér það, Stefán. Ég mun standa í þessari pontu Alþingis og tala gegn skattahækkunum því að þetta er ekkert annað en skattahækkun og þá er það alveg sama hvort að það er skattahækkun á landbúnað, skattahækkun á ferðaþjónustuna, skattahækkun á iðnaði landinu, skattahækkun á stóriðju landinu, skattahækkun á sjávarútveg eða hvar sem þau vilja einhvern veginn drepa niður fæti og mér sýnist það vera í öllum þessu greinum. Það eru boðaðar skattahækkanir á heimili og fyrirtæki og við getum ekki borið uppi hér velferðarsamfélag ef að við ætlum að höggva svona í verðmætasköpunina. En þarf ekki einmitt aukna fjármuninn í ríkissjóð vegna þess að menn vilja hafa hér öfluga velferð og fara að laga þessa handónýttu vegi? Jú, það gerur með því að hvetja en ekki letja. Þú ert að hvetja atvinnulífið. Já, og svo eru líka mál núna sem eru að koma inn, þau eru með kílómetragjaldið sem að færir okkur fjármuninn í ríkiskassan til þess að geta einmitt farið í að byggja upp vegi hérna all land. Þau eru að stofna innviðafélag sem á að sjá þessar stærri framkvæmdir. Þannig að það er alveg verkfæri til staðar til þess að gera þetta. Varandi veiðigjaldi, við erum með sjávarútveg sem er sjálfbær og það er í rauninni leitun annarri þjóð sem að stendur jafn vel hvað var að sjávarútvegin. Ég held að svo sé ekki til. Nei, fyrir utan það ef að það er, en það sem að líka er við höfum séð nýsköpunina í kringum þetta verðmætasköpun sem hefur orðið og sjávarútvegurinn hefur í rauninni komið okkur sem þjóð á þann stað sem við erum í dag og fyrir það erum við þakklátt. Það að gera svona risastóra kerfisbreytingu á svona skömmum tíma sem er svona umdeild hjá öllum þessum aðilum sem hafa verið að senda inn umsagnir og skrifa greinar, að þá held ég að sé betra að stíga varlega til jarðar, vanda vinnuna betur og leggja hana þá aftur fram í haust. Það hafa líka komið fram svona einhverja hugmyndir í umræðinni. Við í Framsókn höfum talað fyrir því að það er alveg svigrúm til þess að hækka veiðigjöldin en það þurfa að gera það þá í minni skrefum einmitt og yfir lengri tíma eða skoða jafnvel hærri skattgreiðslur á arðgreiðslum, að það væri gert í þrepum. Það er alls konar hugmyndir komnar upp sem hægt er að vinna með ef að það er vilji fyrir því. En ég er ekki líka bara mikið svigrúm í greini. Kristrún talar nú beinlínis bara 4-5 fjölskyldur. Þetta er allt gríðarlega vel efnað fólk og hefur auðgast mjög á sjávarútveginn. Er ekki bara ból fyrir báru hjá þessum hópi? Já, eins og svo tillaga sem hér er verið að ræða liggur fyrir. Þá eru þeir sem að verst fara út úr þessari vegferð og þeir sem hver staða veikist mest, það er ekki stærstu útgerðarfélögin. Þannig að það er svona, ef að þetta er markmið stjórnvalda, þá eru leiðin dálítið að hengja bakara fyrir smið. En það sem skiptir auðvitað máli er bara að við vinnum að því að stækka skattspor sjávarútvegsins, ná þannig viðbótar tekjum inn í ríkissjóð. Ég óttast það að þessi mikla hækkun á einum hluta gjaldtöku á sjávarútvegi, veiðigjaldinu, muni minnka heildarskattsporið. Bara vegna þess að fyrirtæki draga saman fjárfestingar, það stemt í tvísýnu, þessari samþættu virðiskeðju er varðar veiðar og vinnslu sem að gera okkur kleift að fá þetta hæsta verð fyrir afurðirnar okkar, bara að því að það er verið að í raun veiða þær fyrir tiltekin endakaupanda
strax á þeim degi sem fiskurinn veiddur og allt þetta ótrúlega skipulag sem sjávarútvegurinn hefur komið sér upp til að tryggja þessa arðsemi sem skilar eina arðbæra sjávarútvegi í heimi og þessu öllu telt í tvísýnu að mínum mati með þessum illa ígrunduðu þessar illa ígrunduðu verkferð sem virðist einhvern veginn bara tilkomin af einhverjum ofstopa og óþol í garð alltaf því nafngreindra einstaklinga. Mér finnst svo mynd birtast dálítið í afstöðu forsætisráðherra hvað þegar þessar 4-5 fjölskyldur sem að hún hefur nú svo sem ekki bent á hverjar koma inn í umræðuna. Þannig að ég held að áhrifin á sjávarútveginn í heild séu mjög neikvæð og ef að þá að fara í einhverja sérstaka skattlagningu, hvað þá skattlagningu sem hækkun holt og bolt upp á 70-80% að jafnaði, þá er það nú bara að fara að reka hornin í bara stjórnarskrá og annað slíkt sem að þarf þá að koma til sérstakrar skoðunar í þessu máli sem það hefur ekki gert hingað til. Ég verð að viðurkenna að ég afskaplega spenntur fyrir því að sjá hvernig þetta leysa úr þessum hnút og við munum auðvitað fylgjast mjög náið með því hér á vettvangi Morgunblaðsins næstu klukkutímana og sólarhringana hvort að úr því greiðist. Færum aðeins talið að nýrri skoðanakönnun sem að sýnir það Kristrún Frostadóttir, hún bara fer með himmiskautum áfram, hún hefur gríðarlegan stuðning með þjóðarinnar, langstærsti flokkurinn. Guðrún, þú ert nýr formaður Sjálfstæðisflokksins, hvernig ætlar að hifa fylgið upp úr 17,3%? Með því að vera í kjarnastefnu Sjálfstæðisflokksins og auðvitað það ekkit svona gleði efni fyrir okkur sjálfstæðismenn þegar við sjáum svona niðurstöðu eins og þessa en þetta nú skoðanakönnun, þetta ekki niðurstaða kosninga og við höfum nú séð, ég ætla bara að benda á til dæmis á síðasta ári voru skoðanakannanir með margvíslegum hætti. Niðurstöður síðustu kosninga voru þetta alveg afleitar fyrir ykkur líka þannig að allar mælingar sýna að þið hefði lítinn stuðning. Já, en ég ætla að benda á að skoðanakannanir sýndu líka fyrir svona ári síðan að Sjálfstæðisflokkurinn væri komin í 13-14% en fekku tæplega 20% í kosningum og þá að vera að sýna Samfylkinguna hátt í vel yfir 30% og hún fekk rúmlega 20% í skoðanakönnun. Þannig að í kosningunum ásakið. Þannig að þetta punktstaða bara dagsins í dag og auðvitað hún ekki gleðileg en ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Við erum í langklauku sjálfstæðismenn, við vitum hvaðan við erum að koma, hvar við stöndum í dag og hvert við erum að fara og það það sem skiptir máli. Það skiptir mig og þetta líka máli í nýrri forystu að það eru fleiri hundru manns sem hafa gengið í flokkinn, Sjálfstæðisflokkin núna á síðustu vikum. Það ánægilegt fyrir mig að verða vitna því og við erum auðvitað núna í stjórnarandstöðu og það hefur sýnt sig. Þú getur farið bara í kosningarannsóknir örugglega 60 ára aftur í tíman og það sýnir sig bara að ný ríkisstjórn, hún nýtur alltaf mikil stuðnings fyrsta árið. Fólk bara hefur tilhneigingu til þess að bara þjóðin ber von í brjósti með nýrri stjórn. Við erum auðvitað búin að vera mjög lengi í ríkisstjórn og fólk vill sjá þessa ríkisstjórn bara ganga vel. Við sjáum það að stuðningu við ríkisstjórnina ágætur og það ekkert óeðlilegt við það á þessum tímapunkti. Hins vegar fer að reyna á ríkisstjórnina, sérstaklega núna þegar líður á árið. Þau boðuðu það og Kristrún Frostadóttir fór hér í hringferðu landi með sleggju í farteskjunu þar sem hún ætlaði að berja niður vextina. Við erum nú bara að sjá tölur í dag sem eru ekki jákvæðir í þá áttina að verðbólga að aukast, hún komin yfir 4% aftur. Þannig að ég get ekki séð að þau sé að berja niður vextina með sleggju, frekar þá með teskeið. Þannig að það verkefni verður meira krefjandi heldur en að þau huguðu að ég tel. Þannig að eins og ég segi, þetta skoðanakönnun. Ég heyri ekki annað en að það sé gott hljóð í sjálfstæðismönnum. Við erum með þetta breiðfylking og við höldum ótrauð áfram. Ungir sjálfstæðismenn að halda upp á 95 ára afmæli hreyfingarinnar á Þingvöllum seinni dag það ekki? Heldur betur. Þú ferð þangað? Ég fer þangað seinni partinn, 95 ára afmæli samband ungra sjálfstæðismanna og gleðilegt að skuli nefna það því það ofboðslega öflugt starf ungra sjálfstæðismanna í dag þar sem að ungt fólk
að leggja línuna, að leggja stefnu sem að mér finnst alveg óbúslega skemmtilegt að taka þátt í með þeim. Ég með veif ykkur úr flugvélinni og leiðinni Norður Akureyri. Fylgi Framsóknarflokksins hefur heldur ekki komist á nægilega skrið. Hvað eru það að gera til þess að reyna að bæta úr þessu? Nei, það rétt. En mér langar að koma inn á það sem að Guðrún kemur inn á í sínu máli hérna áðan, sko, það að við erum þetta nýbúin í kosningum. Það 7 mánuði síðan að þjóðin gekk hérna til kosninga og kaus sér nýja ríkisstjórn og eðlilega eru væntingar og vonir til þess að þau skili einhverjum breytingum sem að var ákall Við vorum ekki þar inni, vissulega, en við sáum það líka á síðasta kjörtímabil eftir kosningarna 21 þegar stjórnarflokkarnir voru að halda áfram að hækka í fylgi alveg ári eftir kosningarnar. Ríkisstjórnin núna að því að ég hefndi halda 90% af þeirra málum eru mál fyrri ríkisstjórnar, þannig að við eðlilega erum ekki búin að vera að gagnrýna þau mál sem við stóðum fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þannig að ég held að þegar að þau fara sjálf svona að kjarna sig og koma með sínar áherslur betur næsta haust að þá fer í rauninni að skilja betur á milli því að núna eru þau bara að tala fyrir okkar málum. Þannig að þar að leiðandi hefur gagnrýnisröddin ekki verið mjög há. Þú hefur áhyggjur lausinn í sumarið? Ég segi það nú ekki alveg. En ég meina við þurfum bara að kjarna okkur. Við erum með góða og gilda stefnu í þessu flokki sem að hefur staðist tímans tönn. Við höfum talað fyrir fjölskyldunum í landinu, heimilunum, heilbrigðismálum. Við höfum verulega áhyggjur af því núna á þessu kjörtímabili, hvert þau munu stefna. Það svona eitt og annað og svo líka bara ég tala ekki það að gjáin sem greinilega myndast núna á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Það áhyggjuefni og það eitthvað sem við þurfum virkilega að berjast gegn. Við þurfum ekki að hafa mörg orð til, eru þið Sigmundur ekki bara afsalið með ykkar 13-14% svona? Þetta var auðvitað bara ánægjuleg mæling en eins og þeir segja, þetta mæling og við svo sem rökkum ekki þetta hjörunum yfir þessu og höfum nú séð dýfur sömu leiðis þannig að en þetta er auðvitað bara svona ánægjulegt merki en við höldum auðvitað bara áfram ótrauðir í þingflokknum þingmennirnir bara hér eftir sem hinga til en þetta auðvitað aðeins varðandi það að samfylkingin bæti við sig þá auðvitað Viðreisn og Flokkur fólksins bæði að dala og ég held að þetta sé einhverjum marki vegna þess að öll vandamálin eru í fanginu á Viðreisn og flokki, sérstaklega Viðreisn held ég að þetta segja, líka Flokki fólksins, samfylkingin svona siglit aldrei lignan sjó, Kristrún í svona skjóli, en það gæti nú aðeins farið að blása þar svona þegar kemur í ljós að þetta var einhver gúmmísleggja sem hún fór landið með og lofaði slag við verðbólguna en ekki einhver sem geti virkað. Þannig að ég nú svona hræddur að gæti nú eitthvað farið að blásum þar upp á toppi. Mér langar líka þá að bæta við að þessi ríkisstjórn, hún hefur ekki klárað eitt einasta þing og það ekki einu sinni víst að hún sé fær það. Við höfum lýst í núna vandræðagangi, við erum komið langt fram úr starfsáætlun, það átti að slíta hér þingi 13. júní og við sjáum ekki glitta í þinglok. Þannig að, eins og ég segi, ríkisstjórninni hefur verið á sínum hveitibrauðsdögum og það fer ekkert að reyna alvarlega á þau fyrr en í haust þegar þau þurfa núna að klambra saman sínum fjárlögum og ég held að það veri krefjandi verkefni, sérstaklega með Flokki fólksins. Svo þurfa að setja saman samgönguáætlun, þær eru búin að boða hér útgjöld upp á yfir 70 milljarða í öryggis- og varnarmálum og það ekki 1 króna í fjármálaáætlun undir þeim lið. Ég veit ekki alveg hvernig það ætla að fara að þessu, en bara gangið vel. Þú segir ekki glitta í þingflokki, ég veit að þér að fara inn á fund þingflokksformannir að reyna að semja ykkur niður og niðurstöðu, þetta verður allt mjög áhært. Ég ætla að fella þið pólitíska tal hérna, við ætlum að stökkva örstuð í... Ég sé að þið erum mjög létt. Þið sluppið í gegnum þetta náttúrulega. Ósk ykkur auðvitað góð skengis í pólitíkinni og sömuleiðis auðvitað stjórna meirihlutanum vonandi að þetta gangi allt upp hjá okkur. En við ætlum að fara í örstuðarauglýsingar og svo ætlum við að koma hér að vörmuspori og ljúka þættin. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land.
Poulsen.is. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Eins og þið sjáuðu nú á þessum myndum að þá erum við búin að klæða okkur upp og tilefnið ærið. Landsliðið okkar er á leið á EM í Sviss, kvennalandsliðið, og við óskum þeim góðs gengis. Margt smátt og fyrir Ísland.is senda okkur þessa bóli, við vildum auðvitað leysa þingmennina út í réttum litum, fánalitunum, og þetta verða spennandi dagar framundan. 2. júlí verður blásið í flautum og landsliðið hefur þá leik og mun mæta meðal annars heimamönnum Sviss. Við ætlum að gefa líka út EM-blað þann sama dag, morgunblaðið, og hveti ykkur til að kynna ykkur efni þess. Þar verður farið yfir stöðumála, landsliðið og hverjir það eru sem að halda uppi heiður okkar á erlendur grundu þessa daga. En þið, ætlið þið að fara til Sviss að fylgjast með liðinu? Nei. Við þurfum að klára þinglógin fyrst. Já, við komst ekkert. Fyrsta verkefni er að klára þingið, en vonandi gefst okkur tækifæri að fylgjast með þeim. Já. Við vitum það þetta hefur verið aðeins á brattan að sækja fyrir kvennalandsliðið, en það er alveg tækifæri í þessu. Við erum með mjög öflugt lið og ég bind vonið við komumst upp úr riðlinum. Já, þú spáir því. Já. Landsliðin okkar hafa nú oft við ofuröflega þetta en náðu góðum árangri gegn englendingum. Ógleymanlegt þegar hann er stór varði vítið gegn Messi, svo dæmis þið tekið. Já. Þetta ég mun fylgjast spenntur með. Ég hef mjög gaman af þessum alþjóðamótum á sumrin. Hvort sem það kallaði kvennaboltinn, þetta er það sem að fyrir utan United leikina, þá er þetta það sem ég hef mest gaman af í sjónvarpi. Þú áttu nú langan og farsælan feril með skallagrimi í fótboltanum? Það er, við skulum segja að frjálsíþróttaferillinn hafi verið svona, hafi gengið ívið betur. Aðeins betur en sundferillinn. Hástökk. Já, hann var stuttur og hægur. Já, þetta verður spennandi og gott. Þið takið ykkur eitthvað vel út, vonandi að við munum mála bæinn og landið blátt með þessum treyjum næstu dagana og við sendum góða kveðjur til Sviss. Heldur betur. En á ný, gangi ykkur vel í að ljúka þessu líka niður í þingi. Mikið finn ég til með ykkur. Takk fyrir. Og er þú ekki komin í sumarfrí? Já, það er alveg að gerast. Rétt þessar mundir. Það er svoleiðis, æði. Og hvað á þjóðin að gera þegar þú fyrir sumarfrí? Í sínu sumarfríi? Það ég bara veit það ekki. Ég reyndar mjög ánægð með að fyrsta verkefni þitt eftir að kemast í frí, það er að fara norður. Já, Akureyrar. Elska Akureyri. Ég ætla að reyna að ná öðrum gólhring þar. Nú ætla ég bara að segja, þú hélst í einhvern tíma fram að þú yrðir hér með þátt á meðan þingi væri að störfum. Já. Og nú bara lofum við engu. Hvað var það að þingi verði lokið næsta föstudag? Hver veit nema ég komið þá hér að nýju. Við treystum á þig. Já, að öllu óbreyttu. Og ef að þeim tekst ætlunarverkið að ná þinglokum fram í samningu við meirihlutann, þá verðum við auðvitað ekki hér á dagskrá. Við erum komin í sumarfrí spursmál. Við komum hins vegar hér eldsbúandi 16. ágúst ef ég man rétt. Þá hefjum við leika nýju og hlökkum til samfylgdarinnar við ykkur á komandi vetri. Það er, eins og þið vitið, kosningavetur því að vorið 2026 göngum við að kjörborðinu á vettvangi sveitarstjórnanna og það er nákvæmlega hér á þessu vettvangi sem að stjórnmálaumræðan er best og mest upplýsandi. Ég þakka ykkur samfylgdina í vetur, vor og sumar og sjáumst að nýju 16. ágúst.